Þú ert búin að vera með fyrirlestra hvað skal hafa í huga þegar fólk hættir að vinna. Hvað er það sem þarf að hafa í huga? Það miklu meira en maður hefði kannski haldið, nefnilega. Það algengasta sem að vefst fyrir fólki, það samspil þessari ýmsu tekna sem taka við að launatekjunum. Vegna þess að þegar við erum á vinnumarkaði, þá erum við að fá launin okkar og svo einhverjum greiðslum skilað í séreignarsparnað og lífeyrissparnað og svo framvegis. Þegar við hættum að vinna, þá erum við farin að nota sparnaðinn okkar, þá fáum við greiðslur frá lífeyrissjóðum, við tökum kannski út séreignarsparnaðinn okkar og svo það þriðja stoðin eða fyrsta stoðin í lífeyrissjóðakerfinu sem þá Tryggingastofnun og aðrar tekjur kannski hafa áhrif á greiðsluna frá Tryggingastofnun. Það getur verið erfitt að átta sig á því hvaða tekjur það eru. Það er síðan margir sem eru orðnir 67 ára, kannski hættir að vinna, byrjaðir að taka lífeyrissjóð og greiðslur frá Tryggingastofnun og fara kannski aftur út á vinnumarkaðinn. Hvaða áhrif mun það hafa? Hvaða áhrif mun það hafa líka ef ég búin að safna með peningum utan lífeyrissjóðakerfisins og að fá vexti? Er það að fara að hafa áhrif á greiðsluna frá Tryggingastofnun? Hvað má ég leyfa mér? Og tekur því að taka nýri vinnu eftir ég farin út af vinnumarkaði? Tekur því á ég að taka út séreignarsparnað minn áður en ég hætti að vinna? Það eru svo margar spurningar sem að allt og margir fara fyrst að velta fyrir sér kannski ekki of seint en þegar þeir eru hættir að vinna og það nú markmið með svona fundum eins og við erum að halda að reyna að vekja athygli fólks á þessu áður en það hættir að vinna. En þetta hljómar svo ofboðslega flókið. Er einhver leið fyrir venjulegt fólk að átta sig á þessu skýrt og greinilega einmitt áður en það hættir að vinna? Það það sem við erum að minnsta kosti að reyna að aðstoða fólk við en það alveg rétt að þetta allt of flókið. Og þetta flókið bæði vegna þess að þetta eru kerfi sem eru í rauninni alls ekki gerð til þess að vera einföld. Því miður að þá þetta eins og Tryggingastofnun ríkisins að þetta kerfi sem þar að það ekki kerfi sem notendurnir skilja, sem bara skilgreiningin og slæmu kerfi, en það nú verið að reyna að laga það. Hitt það að það engin umræða þessi mál, ekki á því plani sem hún þarf að vera. Og það það sem við erum að reyna að gera. Við erum að reyna að fá fólk til að velta þessu fyrir sér, tala þetta, gefa sér smá tíma til að setjast yfir þetta, vegna þess að það þeir sem eru þó í þessum málum, lífeyrissjóðirnir, Tryggingastofnun ríkisins til dæmis, þessir aðilar eru að reyna sitt besta við það að vera með góðar og aðgengilegar upplýsingar á vefsíðunum sínum til dæmis og eru meiri segja stundum búnir til að mæta á vinnustað og tala við fólk. En það allt og lítið verið að sækja í þetta og þetta kannski ekki nógu algengt vegna þess að það þurfa allir að skoða þessa hluti. Og ef maður of seinn, ef maður fer að skoða þetta eftir á og þá það oft vegna sem maður kannski brendi sig á einhverju. Gerði ég einhver mistök? Hefði ég átt að taka séreignarsparnaðinn út á nokkrum árum frekar en allan í einu? Var ég kannski að borga hátekjuskatt þegar ég þurfti ekki að gera það? Hefði ég átt að fresta töku lífeyrissjóðs Tryggingastofnun? Það miklu verra að vera að spyrja sig að þessu eftir á en að gefa sér 1 eða 2 klukkutíma, það nú ekki kannski langur tími til þess að fá svona nægilega yfirsýn áður en við hættum að vinna og þá kannski vitum við líka hvert við getum leitað þegar það kemur. Þess vegna eru margir sem að mæta til okkar á þessi námskeið sem eiga langt í starfslok. En hver eru svona algengustu mistökin? Nú fólk að hætta að vinna og stinga svo út í djúpulaugina og það einhvern veginn algjör óvissa. Hver eru svona algengustu mistökin og kannski misskilningurinn? Það mjög algengt að fólk haldi að Tryggingastofnun taki allt og maður megi ekkert eiga og ekkert græða. Það mjög algengt. Og auðvitað það þannig að tekjur geta haft mikil áhrif á greiðslur frá Tryggingastofnun og margir sem fá kannski engar greiðslur frá Tryggingastofnun. Greiðslur Tryggingastofnunar eru svona blanda af lífeyriskerfi þar sem við erum með grunnlífeyri sem að flestir fá og svo þetta nokkuð svona bótakerfi. Þeir sem eru með vinnu fá ekki greiðslur á atvinnuleysisbótasjóði en það eru samt margir sem að fá tekjur úr lífeyrissjóði en fá líka frá Tryggingastofnun. Það eru margir sem að halda að ef þeir fá til dæmis vexti, þeir eru með peningin á bankabók eða hvar það að þeir vextir verði bara teknir algjörlega af Tryggingastofnun. Það oft vegna þess að fólk getur lent í því ef það eru á hjúkrunarheimili. Þeir sem eru á hjúkrunarheimili þurfa sérstaklega að skoða sín mál. Aðrir sem eru að fá þennan hefðbundna ellilífeyri hjá Tryggingastofnun, þeir flestir eru að verða fyrir minni skerðingum en þeir kannski halda. Þannig að það mjög algengt að fólk haldi þetta sé verra en það Annað sem mjög algengt það að fólk telji sig þurfa að taka út séreignarsparnað áður en það hættir að vinna og það eru orðin 8 eða 9 ára gömul það eru 8 eða 9 ár síðan að því var breytt vegna þess að nú það þannig að úttekt séreignarsparnaðar hefur ekki áhrif á þessar helstu greiðslur frá Tryggingastofnun. Það getur þýtt að fólk að taka út umtalsvert háar fjárhæðir sem á eftir að borga tekjuskatt af
og borgar kannski hátekjuskatt af öllu sem 6,5% hærra en milliskattsþrepið. Og þetta, þegar ég var einhvern veginn spurður hvað borgar sig að mæta á námskeið hjá þér, já, þarna getur þetta munað hundruðum þúsunda ef fólk hefur réttar upplýsingar, þannig að það svo sannarlega borgar sig.